Sæl Sigrún. Sæl. Hvað náttúrugripasafnið? Já, það náttúrulega náttúrugripasafn. Já. En þetta framhald af bók sem kom út í fyrra og heitir Forngripasafnið. Og hún báðar þessar bækur strák sem heitir Rúnar. Og hann flytur með pabba sínum út á land þar sem pabbinn að fara að vinna við safn sem allt í skralli og þarf að koma því í gott horf. Og í fyrri bókinni, Forngripasafninu, þá gekk þeim alveg ágætlega að koma þeirri deild í gott horf. Og í þessari bók að glíma við Forngripasafnið og finna eitthvað skemmtilegt að sýna á safninu og raða þessu upp og þeim gengur alveg ótrúlega vel að finna góða hluti. Já. Og nú ólst þú svolítið upp á safninu. Það svolítið kveikjan af bókinni? Já, það nú eiginlega það. Ég nefnilega, þegar ég var lítil og átti heima í húsinu sem Þjóðminjasafnið í, þá fannst mér það bara voða eðlilegt, Svo fattaði ég seinna að það bara ekkert eðlilegt að búa á safni. Og þá fór ég að hugsa hvort það væri kannski sniðugt að búa til sögum sem býr á safni. En það reyndar ekkert annað sem er sameiginlegt með mér og þessum strák, annað en það að búa á safni. Það ekkert í hans ævintýrum, það var ekkert svoleiðis sem kom fyrir mig. Það var ekki spennandi. Það var samt spennandi. Og nú Ásgarður, það sem sagan á að gerast, hann ekki til. En Ásgarður byggður á okkur og öðrum bæ? Nei, ekki neinum alveg sérstökum bæ. Það náttúrulega til staður sem heita Ásgarður, en það ekki þessi Ásgarður. Þetta átti bara að vera svolítið típist íslenskt lítið þorp. Svo kannski bara blanda af mörgum líka? Já. Okay. Og áttu þér uppáhaldspersónur í bókinni? Bíddu nú við. Þær nú flesta bara voru mikið uppáhald. Það náttúrulega krakkarnir sem þarna aðalpersónurnar, hann Rúnar. Og svo þarna systkini sem heita Magga og Lilli. Þau ættuð frá Indlandi, þau ættleidd. Jú, svo náttúrulega þessi persóna sem heitir Homo floresiensis, pínulítill og uppþornaður ævafort kall, hann svolítið uppáhalds. Og verður fram allt? Já, það ætla ég að vona. Ég byrjuði á næstu bók, En, Sigrún, vilt þú kannski teikna svolítið fyrir okkur? Já, ég að teikna mynd af risastóri flugu. Já. Og ekkert endilega fyrir ykkur, bara fyrir mig. Og ég haldi að teikna hana. Já, kannski. Já, gerð það. Já, þegar ég teikna svona eitthvað, þá nota ég þetta reyna stækkunaglir. Og ég örugglega voðalega sæt nú, það ekki? Þannig bara svo ég sjái alveg smáatriðin að því ég að gera svo fínlega mynd af risastóri flugu og þetta nú ekki mynd sem á að fara inn á bók. Þetta bara fluga sem ég að teikna mjög til skemmtunar. En kannski gæti hún tengst eitthvað þessari bók, Náttúrugripasafninu. Ekki svolítið sætt. Þetta nú bara blýantsteikning. Og myndirnar í bókinni minni, þær líka blýantsteikningar. Teiknaði svolítið á svipaðan hátt á þessum mynd, Þetta eru blýants, svolítið nuddteikningar. Blómin hérna. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Gaman að tala við.